Það að greinast með krabbamein yfirleitt alltaf bara mikið áfall og líka fyrir þann sem nákominn viðkomandi. Og mér finnst alltaf svolítið gott að sjá þannig fyrir sér að við erum svolítið svona bara eins og oft í lest lífsins sem fylgir ákveðnum teinum og þú veist svona nokkurn veginn yfirleitt hvert þú ert að fara og hvert þú stefnir í lífinu. En svo kemur greiningin og þá kannski svolítið svo lestin fari út af teinunum og inn á eitthvað svæði sem þú kannski bara þekkir mjög takmarkað og hefur í raun takmarkað stjórn á. Og það held ég sé bara eitt af versta sem hægt að gera okkur, að það þegar stjórnin tekin á okkur. Og það náttúrulega bara alls konar hugsanir og tilfinningar sem fylgja oft þessu áfalli. Eitthvað af því sem algengt að upplifa, það til dæmis eirðarleysi, að eiga erfitt með að einbeita sér og muna. Það getur verið reiði og depurð, ótti, kannski svona sveiflur á milli þess að vera bjartsýnn og vonlaus. Hlutverk faglegra ráðgjafa Krabbameinsfélagsins kannski með þetta að gefa fólki nokkar svona öruggt rými til að tala upphátt það sem það að upplifa, finna út með viðkomandi hvaða leiðir gætu mögulega gagnast til að líða eins betur og að ná einhvers konar jafnvægi á lífið aftur. Og bara það fyrir fólk að mæta hingað til okkar í fyrsta sinn og vera að hitta ráðgjafa sem þú kannski aldrei séð fyrr og vera tilbúin til að leggja bara hreinlega spilin og sjálfan sig á borðið, að það oft gríðarlega stórt skref og þetta oft erfið fyrstu sporin hingað inn til okkar og það þarf bara hugrekki að leita sér hjálpar og leita sér aðstoðar. Og það bara viss forréttindi að fá að verða vitni af því hvernig fólk nær að aðlagast oft bara mjög breyttum aðstæðum og verða vitni af því hvernig fólk finnur sína leið til að halda áfram.